kem heim í Búðardal, bíður mig brúðarval og ég veit að verður svaka partí. Dalahittur í Dalabyggð. Við erum hérna í Hörðudal. Þar hafa hjónin Guðrún og Guðlaugur heldur betur tekið í gegn bragga sem ótt að segja að hafi verið frekar slæmu ásigkomulagi en komið með aðra ásýnd í dag. Guðrún ætlar að segja okkur frá þessari vegferð. Guðrún, þú ert komin hérna í Hörðudal í Dalabyggð. Þú ert ekki ætti þíðan. Mér langar að heyra hvernig stendur á því að þú sért komin hér í rekstur. Sko, það hófst nú á því að við hjónin eigum hérna sumarbústað nálægt og bara einhvern veginn urðum ástfangin af svæðinu og fólkinu í kring og svo hafi það verið lengi svona minn draumur að eiga gistiheimili út á landi og hérna maðurinn alveg til í eitthvað svona ævintýri þannig að það var bara ákveða hérna að skella sér þetta. Þetta tók þetta sko nokkrar umræður, þú veist, ég meina þetta var eitthvað svona flytum út á land og við vorum farin en hérna við ræddum þetta alveg fram og tilbaka og leituðum að jörðum hingað og þangað landið og alltaf einhvern veginn þá komum við aftur hingað. Okkur leið vel hérna, þekktum til, þannig að þá var bara slegið til. Ok, bara plöntum okkur hér. Sem að við gerðum og þegar að hérna kom að því að við fórum að tilkynna fólki já, nú þetta að gerast og búin að ræða þetta margoft við fólk að þá hérna, já nei voruð ekki bara að djóka. Og þetta þurftu að byggja allt upp frá grunni, þið keyptuð ykkur ekki inn í fyrirtæki, þið bara farið alveg í, bara frá spýtu fyrir spýtu, eða ekki? Já, við erum svo heppin að hann er smiður og ég er kokkur, þannig að þetta er mjög gott kombó að reka gistiheimili. Já, við fluttum inn, sem sagt, við byrjuðum á húsum sem við fluttum inn frá hérna Íslandi, Bjálkahús og það voru svona fyrstu húsin, það var fyrsta árið. Byggðum þau held í 2016 sumarið og hófum rekstur haustið, 2017 var það fyrsta rekstur sumarið og svo í kjölfarið þá hérna, var braggi hérna á jörðinni sem átti að fara að rífa og þá í staðinn fyrir að rífa hann þá spurðum við hvort við mættum ekki fá hann lánaðan og hérna, það leyfi var veitt og hérna, þá hófst að moka skít út úr bragganum því það var náttúrulega, þetta var svona skýli fyrir dýrin á bænum. Já. Þegar það var kannski rigning og rok. Ég sá nú myndir af þessum bragga, hann leit ekki mjög vel út á þessu tímabili. Nei, hann var tiltölulega opinn í báða enda. Og hérna, en einhvern veginn þá sá maðurinn minn í þessu tækifæri og hérna... Nú sé heila spýtu þarna einhvers staðar, eða skrúfu. Já, við getum alveg svona séð fyrir okkur svona þegar við förum að tala saman hvernig við ætlum að hafa þetta svona. Og ég meina, ég hafði fulla trú á honum og hérna... Þannig að þetta tók svona, alltaf hafi ekki tekið ár, kannski þú veist, svona með vinnu að stúsast í þessu. En ef að fólk hélt að þið væru að grínast með að flytja upp í sveit, hélt fólk ekki að vera að grínast að gera hann að bragga upp? Jó, trúðu mér, það nánast stóð hérna niður að vegi og hýja á okkur, sko. En hérna, það er allt hægt, þú veist, bara ef þú getur séð fyrir þér á höll, þá getur alveg byggt höll. Þetta er bara, það er ein spýta í einu, sko. Hér eru berjaplöntur, innfluttar. Ertu að fara út í vínrækt eða berjarækt eða hvað ertu að fara að gera? Já, þetta, hvað segja, einn ættingin hans hefur mikinn áhuga á plöntum og við þarna ákvaðum að vera með, hann ákvaða að flytja inn berjaplöntur frá Pólandi. Þannig að við rökum út og það var búið að sækja hjá MAST öll leyfi og allt þetta. Svo bara vonandi verði ég orðin bláberjabóndi. Þið eruð að fara að ráðast í frekari framkvæmdir? Já, eins og ég sagði, við byggðum hérna fyrst 3 hús, svo kom bragginn. Við erum að leggja lokahönd á önnur 3 hús, þar sem að bætast við þá 6 herbyggi og svo ætlum við að bora eftir heitu vatni og hérna í þeirri vonum að það komi nóg heitu vatni og við getum verið með heita potta hérna inn í dal hjá okkur og boðið þá gestum að gangandi að rölta inn úr og fara í heita pottin. Þið eru greinilega hérna hvergi bangin í að ráðast í alls konar framkvæmdir. Hvernig leggst sumarið síðan í þig? Ég veit það ekki. Ég vonast bara til þess að það gangi ósala vel fyrir alla og hérna
ég held bara í raun sko, ef maður er jákvæður þá munu góðir hluti gerast og ég vona bara svo innilega að sumarið verði gott. Kannski munu veðrið ráða einhverju, sem sagt, og þá bara legg ég inn formlega pöntun hérna eftir góðu veðri á Vesturlandi. Þannig að það verði mikið af fjör hérna fyrir vestan sko. Já, ég held að það verði gott sumar.